Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.
flautan bilu. Hérna þetta. Hvað? Að? En bílalegu bíl. Já. Það er bílalegu. Það er eftir að við erum konur on, þannig að bara segja sem ég vilja segja samt. Það er, setjum linkin hérna. Svona. Ég væri til í hennan. En ekki Júnard að fara í hann, eða? Ég voru að taka Tílemans. Já, en þeir ætla að bæta henni við viðbót. Ég væri ruttalega til í henni gæða, sko. Klæni miður. Hvern? Konni. Já. Sá hann á löðsvelli, sko. Þetta skepna. Halvalega, hann bara skrefaði af öllin í svona 10 skrefum, sko. Það er bara góður á boltan líka og margt gott við hann, sko. Hvað heitir hann að ég fann það ekki. Kristján Már Ólafs. Já. Ég var að byrja, strákar, þið megin svolítið ráð þessu. Vil ég byrja í íslenska, vil ég byrja á HM? Vill ekki fólkið... Vill ekki byrja HM og svo íslenska? Er það ekki skemmtilega? Já. Það er svolítið... Sjóðu þetta, sko. Það er svolítið sjóið þetta. Fjóra mánuði. Geðveikt, mjög flottur. Mjög flottur. Í heimsmeistaramótið. Gleðilega hátíð, bestu undanúrslit í sögu HM eru framundan. Já, góðan daginn, Epic America. Já, maður er stór í dag eftir að seðillinn góði datt. Svakalegu seðill. Var reyndar einfaldur, en hann virkaði. Ég verð ekki að gefa litla manninu það að hann átti Hallgrímar. Já, mjög vel gert. Já, hann neldi það, maður. Hann neldi það. Og það verður að hrósa litla mannum, hann gerði þetta glæsilega. 90 pluss á með ykkur í liði, samt, svolítið. Hvað segirðu? 90 pluss á með ykkur í liði. Hallgrímur og svo ég meina, þú veist, við förum yfir eftir þetta brot undir lokinni á Blikum. Já, við skulum ræða það. Það er að vera hjá Dr. Fútból. Við ætlum að hittast á Bullseye, Carlsberg Bullseye á sunnudaginn og horfa saman á úrslitaleikinn á HM. Og verðum þar á Bullseye. Við ætlum að byrja þetta bara klukkan 4. Ég ætla að vera DJ þarna, spila HM-lögin. Þetta skífum. Þetta bara fram eftir nótt. Eitthvað nýtt stöf, eða? Ekki nýtt stöf, bara Gætur HM. remixað úr 2010 Já. og svona byrjað 2014 á sama tíma og hvernig einn mixa þetta. Já, ég er svona old school DJ að þegar mitt lag er að klárast þá er ekki hérna heyrðist kannski waka waka waka. Veist hvað við? Kemur svona hægt undir. Byrjar. Svo fer lagið í gang. Þetta er ekki flókið. Það er ekki flókið að vera góð DJ, get ég sagt ykkur. Dr. Fútból verður í Ormsson á morgun. Þá ætlum við að horfa saman á England á móti Argentínu. Ástæðan fyrir að þú ættir að fá þér Frame sjónvarp í Ormsson er einfallega svo að hún fílar það líka. Og það er bestu rökin fyrir að kaupa. Þetta er út af frábæri tæki og kórumaður er náttúrulega snillingur þegar að kemur að öllu svona. Maður sér þetta að trenda svolítið á TikTok. Freymið. Já, það er allir að komast í þetta. Einn hélt að kallið hann að fara að biðja sín. Já. Það mætti bara Með Frame. Og hún var í lánaðari. Já, ég skal alveg trúa því ef að þeir langar að fara með heilt hold til Spánar þá þarftu bara að taka þátt í regluverðunum og þá ertu komin í pottinn góða og að svona svara spurningum. Skiptir einhver máli hvað hann er mörgum réttum, eða? Nei, hún fer alltaf í pottinn. Já, geggjað. En þetta er að sjálfsögðu frá Verði, tryggingafélaginu og þeir eru auðvitað líka með tryggingar fyrir golfara. Nú, klukkan með G-Shock og með allt bling sem þú þarf, hvort sem þú þarf gat í eirað, hvort þú þarf tringað góða keðju fyrir sumarfríð. Ég myndi nú að halda að það væri svona lágmark, ég meina að fara í sól, vera með keðjuna með sér. Já, ég var að hugsa keðjuna. Er það ekki algjört lágmark? Jú, vera helst bara með farið eftir keðjuna. Já. Krossinn. Já, maður hefði aldrei að þetta væri svona eitthvað skonar lágmark, Amerikastæl, auðvitað. Sko, auðvitað ég með sokkerstælin, en burgerinn sem hefur alltaf samin að þjóðina
er alltaf heavy special. Já, Það er svona, þið hestamenn þekkið þetta vel. já, þetta er svona, hann hefur sko farið niður kynsluðir, Já. þessi. Heavy specialin er mesta íkon held ég í íslenskum mat. Já. Þú veist, auðvitað verið með okkur í öll þessi ár. Nú, Dóttarfútból með 66 vandamál en já, útivistafötur er svo sannlega ekki eitt af og ef það er einhver tíma sem þú þarft útivistaföt þá er það ákvörðat núna. Sástu nýja eitthvað minn? Nei, sá hann ekki. Og ég er kannski að sína hérna eftir, hann er rugglaður. En þú varst á landsbóti hestamanna og það var brjálað við. Já, og það var 2 af hverjum 3 Já. ángríns Já. voru í 66. Nú er ég ekki að ljúga. Nei. Og vindjakarnir, þegar við þurftum vindjakarnir nefnilega. Já. Þetta var vindjakamót. Já, þetta var nefnilega vindjaka móti í ár. Þú eru ekki að skála? Skálum. Gunni Birgis á afmæli. Og Jamal líka. Gunni Birgis og Jamal eiga ammali. Þetta er dagurinn þá sem úrslitaleikurinn EM var fyrir 5 árum síðan. Því að ég manna hann átti ammali þá. Já. Og fannst mjög erfitt að vera ekki heima á þessu ammali. Það hafði aldrei upplegað þetta áður. Þetta voru svona skrýtna tilfinningar og það var hlegið og það var grátið og það voru alls konar tilfinningar sem fóru í gegn hjá mínu manni. Strákar, við ætlum að henda í lauflétta spurningu. Hvaða Íslendingur hefur skorað flest mörk í ensku úrvalsdeildinni? Gylfi Sig. Já, er það ekki? Það er bara hárrétt, það er Gylfi Sig. Já, ég ætla að eður en svo fatta ég að Gylfi var það. G. Sig. Herra, Arnar Sveinn Geirsson, já, hann er að fara að koma tilbaka. Hann er klárlega að fara að koma tilbaka. Ég þarf að fara að fá forseta leikmannasamtakana hingað inn. Já, við verðum að ræða þetta dæmi á Val. Fara yfir á þæglegu nótunum. Tegja með Dóttarfútból. Veitingastaður vikunar er Haninn. Já, þessi frægi kjúklingastaður. Og það eru menn sem mæta þarna á hverjum degi. Við ætlum að kíkja á undanúrslitin. Byrjum á leiknum sem fer fram í kvöld klukkan 7. Já, leikurinn er klukkan 3 á Eastern Time. Maður er búin að það mikið í Bandaríkjunum að maður hugsa alltaf í Eastern Time akkurat núna. Og pínu ósíkjent gagvart Kananum. Búin að fylgjast með mótinu allan tíman. Og þeir fá bara eitt stærsta leikin á HM, eða stærsta leikin sem að vera auðvitað. Klukkan 3 á þriðjudegi. Já. Og Kaninn vinnur alveg sko. Þannig að það er pínu ósengjant gagvart tónum en frábær tími fyrir okkur hér í Evrópu. Frakland, Spánn. Miðað við taktin á frökkunum eiga Spánverja séns. Já, Klálega. 50-50 eða? Nei, ég myndi sér 60-40 frakkar. Ég er svona cirka bóta sömu línu þar. Ætlaði þeir eru 100% séns. Það er bara klárt. Það verður bara áhald hvernig þessi leikur verður. Hvernig það mun spilast, sko. Ég er nokkuð vissum það Diddi Sams mun droppa eins og leifa Spánverjunum að hafa boltan því að hann er náttúrulega með sitt svakalega teimi í skynsónu framávið en Spánverjunum munu alltaf reyna bara dominate possession og reyna að missa boltan sér sjaldnast vitandi af frökkunum auðvitað. Það er ekkert margerandi baki einhverjir eldfljótri, ég myndi segja Kubarsi væri svona, hann geti eld einn og einn uppi þarna, ég getur náttúrulega eiginlega engin eld Kylian Mbappé uppi, hann getur svona einhvern veginn svipað sko. Svo ég held að leikurinn muni mikið fara fram þannig. Já, það er svona alla líkur í því, það er bara, ætli breytingi verði ekki á frökkunum í kvöld, Tchouaméni kemur inn. Tchouaméni kom inn fyrir Kóni eða? Já. Ok. Það er svona... Myndirðu það gera þá breytingu? Ég myndi ekki gera hana. Ég myndi ekki gera hana, en... Heldur að hann gera? Já, ég held að gera. Okay, ég er eiginlega 100% það. Veist það bara make engan sens? Nei. Bara hann reytar hérna í ákveðna reynslu sem hann er freka með, hugsa ég, í þessum leikjum. Sko, við veitum náttúrulega að Porro og Kukureya geta ekki fylgt vel með eftir í dag. Þú veist, þeir þurfa bara að hugsa hvað er að gerast fyrir aftan sig, svolítið mikið. Ef við köllum bara spaða. Lamine Yamal, með að hann er á öllum auglýsingaskiltum í Ameríku núna og hann er út allt. þá er hann ekki geta blautan. Nei. Bara, þú veist, er ekki í lagi Það er bara algjörlega. Já, að vera spaði. Já, látum bara spaða. 100%. Sérstaklega þegar hann er fann að tala hérna, skiptir ekki máli, hann er bara að segja viðtölum, skiptir ekki máli hvað hann er að skóra mörku, þetta snýstu liðið og eitthvað. Já. Þá veit maður ekki búin að eiga frábært mót, en þú veist, spurning hvað kröfur maður setja á hann, sko. Ég meina í dag, hann bara, myndi ég segja, hann er í besta matchupin í leiknum, myndi ég segja. Hann verður að delivera. Hann er með Lucas Digne á sér, Lucas Digne fínn leikmaður, bara á flottan Premier League feril og verið stórliðum út allan heim. En hann er klálega veikasti lekkurinn í franska liðinu. Lamine Yamal er súperstjarnan. Já, og já. Sitt besta er hann eitt besti fótboltamaður í heimi. Og hann hefur bara ekki delivera algjörlega. Hann er 19 ára í dag, kallinn. Og hann er 19 ára í dag. Hann er 19 ára í dag. Hann hefur aldrei tapað alvöru leik fyrir Portugal. Nei, Spán. Nei, menn að Spánn eru taplus í síðustu 16 leikjum. Já.
Já, ég meina, sko, þeir eru auðvitað lent í Portugal í úrslitaleiknum í þjóðadeildinni en í síðustu 2 undanúrslitaleikjum á móti Frökkum þá hafa Spánverjarnir unnið Frakkana. Það er að segja í þjóðadeildinni og svo auðvitað í Evrópukeppninni. Er þetta ekki bara 50-50? Nei. Ég með Spánverjarnir aðeins. Ég myndi setja þetta mögulega ef við værum með Nico Williams í sama formi og hann var EM síðast. Þá var þetta mögulega 50-50. Það er ekki komið tíma á stóru mistökjum í Upamecano. Jú, það kemur aðeim alltaf. Er ekki að fara að styttast í það? Það kemur aðeim. Það kemur eitthvað slip hjá honum, það er alveg klárt. Já. Hvort það verið kvöld eða hvort það verið það úrslitaleiknum, maður veit það ekki, en það kemur. Maður hefur séð það áður. Það er stef sem við erum farnir að þekkja þessi súper sókn bæinn, Frakka. Þetta er eins og, í raun og veru eins og bæinn. Þið veitir hvað er að tala um súpersóknuna á bæinn? Þetta er auðvitað með ólíkindum Frakkarnir, náttúrulega Mbappe að elta öll þessi met. Við meina, hann har aldrei spilað á HM sem verið í úrslitaleik. Það er ótrúlega. Spáði því. Hann har aldrei spilað á úrslitaleik, hann er bara alltaf að fara í úrslitaleik. Það er bara hlutaðlega að fara á HM. Það er bara vanuð því. Bara eins og Albert Inga á Sjálfmóti, hann fór aldrei það, hann fór í úrslitaleik. Já, og setti sér bara fjölda mörgum. Já, sko, en ég veit að þetta er búið að rúlla fáralega vel í Frökkunum, en ég vil frekar hafa Olise á kantinum og Dembele í honum. Ok. Mér finnst það bara... Já, myndur þú fara Það fiktar ekkert í því núna, en mér finnst Olise betri á kantinum. Ok. Mér finnst hann ekkert búin að vera stórkullur á mótinu. Með ákveðni tímabili hann var að koma. Já. Skilur. Ég held að, þú veist, heimurinn heldur að Frakkar sé að reyna, ég held að sé miklu jafnar en þetta. Ég er algjörlega samfærum að sé miklu jafnar en þetta. Þetta veltur svolítið að mínum að á hversu mikið hann mun rönna sjóunni, Rodri. Bara stýra þessu trafikinn. Segðu mér hverju verður possession tölutan og auðvitað breytist það við sögu leiksins. Possession er 57-43. Já, það er bara nokkuð samlega. Spáni vil, já. Ég ætlaði 60-40, ég held að sé aðeins og hot. Já. Þeir verða þarna að rúlunum á milli sín. Já. Meðan að Frakkarnir verða tilbúinir að refsa. Bara allan daginn. Já, hárið eins og með Williams, ég meina, þú veist, Kunde, það var líka náttúrulega, þú veist, það þyrfti að herja svolítið á hann, en það er náttúrulega Bayern kannski ekki alveg að fara að gera það. Ég sé að umræða núna er rosa mikið verið að tala um Argentína sé fyrsta lið í sögunni til að komast í undanúrslit á þess að mæta topp 10 lið í heiminum. Það er rangt. Ég er búin að sjá þetta, það er margir búin að deila þessu, þetta er rangt. Því að til dæmis Þjóðverjarnir 2002 þegar þeir mættu Paraguay og Bandaríkjunum í 8 undanúrslitum, þú veist, þetta voru ekki topp 10 og riðlinu voruð með Írum, Kamerún og hvort það var Sádi eða Saminu Arabísku í riðlunum. Þannig að þetta er ekki rétt. Hins vegar, þó að þeir hafa mætt góðu liðið sem Marokko, þá þorðu Marokko ekki að spila við Frakka. Nei. Og það hefur enginn þorað að fara í Frakka. Það hefur enginn þorað að fara á þá almennilega, það er bara þannig. Svo það verður fróðilegt að sjá lið sem gerir það. Því að þessi gæjar tilbaka, jú, William Saliba og Upamecano, sérstaklega Saliba, frábæri hafsendar. En það er í bakvörunum, ég var alveg Jules Koundé með allt nýris í Barcelona. Lucas Digne er ekkert einhver svakalegu spilari, skilur, hann Lamine Yamal gæti alveg jarða hann, PSG voru að tryggja sér þjónustu hans. Þeir eru nú kapphlaupið Lucas Digne. Já, hann hefur verið að ráður, hann er bara flottu backup. Já, ég segi það, frábært backup. Og það er hárrétt hjá þér. Upamecano, hann á eftir að slippa. Já, það er svona, ef ég er að reyna að finna þetta, en bara upp á leikinn og fyrir fótboltan, þá svolítið viðkenna það, ég held með Frökkum. Eða svona, mér langar einhvern veginn að sjá Frakkana, þetta er náttúrulega bara stór skemmtilegt lið og búin að vera í svaka takti allan tíma. Svona samt ekki gleyma því að þeir töpuðu fyrir, ekki Fílabeinsströndin í síðasta leik fyrir mót. En mér langar eiginlega, ef Frakkar vinna, þá langar maður þessi Frakkland-Argentínu. Mér langar bara að sjá bara rematch, því þetta var það góð leikur síðast. Og þetta er líka bara það svolítið ólík lið, þetta er svolítið mikið að stjörnum í Frakklandi og meðan Argentínu er svona meira unit bara. Ég hlakka til í kvöld. Ég hlakka svo til í kvöld. Þetta verður geðvikt. Þetta verður epíst. Þetta verður algjörlega epíst. Já, skoðum meira. Búst með Dr. Fútból. Strákar, þið þurfa að reyma okkur skóna á Búst. Það er verið að pakka ykkur saman. Það er vinkonum mínar eru gjössanlega með ykkur. Já, en svo verður líka að taka inn demo að segja þetta í gær. Þú veist, kona mín oft kett og Búst, en oft fyrir mig, Já, en það er sama. Ég nenni ekki að standa í þessi, Ég veit það, en það er sama. Betur má ef duga skal, segi ég.
Já, ég er diggur. Já, já. Það er ekki ágjörð því. En það er svo sem ekki stórkostlegar ágjur en búst með Dóttor fútból England, Argentína. Ég meina, þetta er náttúrulega törfræði sem allir eru búin að heyra núna en hún er samt alltaf eitthvað ótrúleg. Messi hefur aldrei spilað mot Englandi. Já, hann var þessum 200 hann var að segja viðtalega að hann væri mjög spennt fyrir það, getur þið hrikalega gaman. Já, var loksins. Nei, þeir eru spilað, ég er ruglað saman, þeir eru spilað að unnu aðna mistararnir mútið Evrópmeisturinn, það var á Wembley þetta, það var Spáni. Ég er ruglast. Já, þetta er rosalegt. Þetta er England, Argentína síðast er liðir mættust á unnu englendingar og það var leysarinn sjálfur David Beckham, meistari David Beckham sem að kláraði þann leik úr vítaspyrnu. En núna er þetta auðvitað allt annað leikur. Ég hef trú á Englandi út af þeir ekki með Gareth Southgate heldur Thomas Tuchel. Ástæðan fyrir því er svo að ég held að eina leiðin til að vinna Argentínu er að halda uppi trilltu tempói. Keyra á lúið Argentínslið. Argentín, eins og ég segi, þetta er mikla bræðralag. Þeir hafa ekki verið neitt sérstakir. Nei. Nei, ok, England svo sem heldur verið eitthvað frábærir, fyrst manni sko. Ég held ángríns, svo þetta er ógeðslega þreytt og þjálfarar sögðu svo oft ykkur. Ég held ángríns bara liðið sem vinnir baráttuna, vinnir leikinn. Og þetta verði bara fárlega mikil barátta og þetta mun ráðast okkur einu marki. Snýst grunninn. Já. Já, en minna Argentína eru lúnir. Þeir eiga náttúrulega líka, þú veist, þeir eru með, maður veit aldrei hvað Romero eða Bútsinn munu gera þarna. Annarkvort eiga er leika sem þeir tryggja þeim áfram eða munu klúra þessi fyrir þá. Það er, sko, þetta er ekki Dóttor fútból að segja þetta því ég konum með einhverja krakka á bakið, einhverju blaðamenn og eitthvað, að það stendur á Daily Mail, og þetta er ekki Dóttor fútból að segja þetta, að Messi var að fá á leikinn sín uppáhaldsdómara. Einhver MLS-dómari sem er hans maður. Ok, hann hefur fílað þennan. Já, Ismail er fatt. Og líka, þeir náttúrulega að fara í bláa búningin. Báðu það. Báður, veistu hvað, þeir báðu ekki meitt en eitt. Þeir eru útilið. Þeir eiga bara að vera í bláu. Þú mátt ekki spila hvítur og blára móti hvítum. Þetta var bara eitthvað svona sem að þetta er skáldu frétt held ég. Ok, en allavega þeir eru í því. Það er sagan. Já, það er sagan. Það er sagan. Já. Þetta getur sko devil is in the detail, eins og maður sagði. Já. Herri, ég fekk líka leiðréttingu frá Messi samfélaginu. Heldur því að ég hafði sagt að þú talar við mig að virðingu á Messi hafa sagt við dómarann. Ég rétta er ekki sína mér óvirðingu. Talaði almennilega við mig, ég talaði almennilega við þig. Já. Þetta er það sem hann sagði. Ég sagði þetta oft í dómara. Já. En maður var mjög reiður. Talaði við mig að virðingu. Þetta er auðvitað á velli sem er loftkeldur. Það verða bara 18-19 gráður inni í Benz höllinni í Atlanta. Keyra tempóið og bara allt á miljón. Já, það mun henda Englandi betur. Klálega. Þeir eru bara vanir að vera í ykkur Copa America, Copa Libertadores maður gera þarna og bara í ykkur alvöru hita sko. Já, en ég minna að þá er bara fínt fyrir að vera aðeins keldir sko. Og þetta er alltaf flesti góra sem er líka bara að spila í Evrópu sko. En þetta verður eitthvað þvæla, þessi leikur held ég. Sko, ef að Argentína fara áfram, þá heldur þessi komin tímið á Emi Martínez segja einhvern rosanarleik. Já, ég meina klálega, hann er ekki búin að vera stórkostlegur. Hann er bara búin að vera fín. Já. Svo náttúrulega er búin þetta skipting eftir að Martínez fór út, Alvarez inn, við betur á það þannig. Já. Hann er alltaf búin að spila miklu meira en við heldum eiginlega fyrir móta Martínez sko. Já. En kemur alltaf sterkur inn. Þetta marki á Alvarez náttúrulega á móti Sviss er eitt af mörkum mótsins. Eða sjáu sko hversu slagir Sviss voru fram að þessu rauðaspjaldi. Sviss, fyrir Argentína voru á móti Sviss. Það var skellulegir. Já, en þetta er bara Argentína. Já, það er eitthvað í vöðvaminninu hjá þeim sem bara einhvern veginn leitar í sigur. Já. Og náttúrulega Tuchel hlýtur að vera búin að slaufa þessu nonna dæmi. Matúli-dæmi. Það getur ekki. Ég myndi halda, ég vinna Búkaðsaka kom feskur inn í hálfleik. Já, klálega. Þannig að ég trúi nú ekki að sko. Mér finnst líka við Argentínu bara nánast í öllum leikjum. Það einhvern veginn þarf smá áfall, sem að það er ekkert áfall verið þeim, til að keyra það í gang. Þeir þurfa að fá þessi mark til að bara, vöknum, förum að geta eitthvað. Bara eins og þessar framlíkingar, eða framlíking og þú veist, lenda í þessum leikum út í Cape Verde og Egyptalandi og allt skilur. Þú eru eitthvað svona slap at the face. En svona bara upp á feskleik og annað, þú veist, eins og að fá Oli Watkins inn
bara láta hann aðeins terroræsa á þegar að fer að líða á leikin náttúrulega fáránlegu kraftur í honum maður er að veltaði fyrir sig hvað, þú veist, núna er Marcus Rashford eða hann útkvíldur, það verður ekki annað sagt ég held að hann sé, þú veist, ef við teljum hann sem leikmann Manchester United þá er það eina Premier League markið hjá enska landsliðinu á HM, er það rétt? Er það rétt að Manchester United er eina Premier League markið á HM í ár hjá Eildíkum? Já, er það ekki? Er það ekki búin að Jude, Real, Harry Kane, hver er búin að skora aðrir fyrir auðvitað Marcus Rashford sem að Barcelona skástrík Manchester United Gordon er ekki komið mark Nei. Nonni og Bukayo ekki með mark Rice og Anderson ekki með mark ég held þetta sé rétt og kikið á frá ég held það sé rétt, ég held að Marcus Rashford sé eini sem að þetta er bara þetta er pínu áhugavert stat yfir þetta núna, þetta er bara hvað hárrétt sko, þetta er bara Bellingham og Kane sko, sem að skora Já, Reece James að fara að starta, það er ágætis pæling menna Jet Spence kom feskurinn hann stóð sér vel bara, það er ekkert að segja hana en ég held að það hef verið stór partur að verið vinstra megin hægra megin, ég held að geti verið svona öðru sem hann var svolítið að köttin á völlin og einhvern veginn svolítið bara svona þú veist, farið inn á og bara valda usla sko Jöfull, er hann snöggur svakalega en ég held sér komin tími samt að við sjáum bara, heyrðu þeir eru með, Gué er í City og allt það, hann var ekkert eitthvað sturlaður í City, sko. Aðeins góð til að byrja með. Ég held að geta alveg sínt sig að Konsa og Gué séu allt í einu hafsendar í Mér finnst það attitúdlega að segja, það vantar verður að hafa Stón sinna, veit ekki hvort hann sko meikja. Já, ég er ekki viss um að heldur, sko. Nei, þetta verður stríð. Þetta verður stríð í Georgíu fylki í Ameríku. Það er eitthvað rauðspjald þarna, ég sé það bara. Alla líkur á Leandro Paredes Ég ber svo bílaða virðingu fyrir þessu argentínska liði en ég get ekki haldið með þeim Akkur ekki? Ég veit ekki, það er eitthvað, þú veist, þeir eru svo miklu búllís og ég er bara elska því ég vóg náttúrulega ég veik ekki svona sko. Já, þú ert vóg ég er náttúrulega bógmaður hann liggur munurinn Hann er tilbúin að setja örvarna beint í bakið Heyriði strákar það er komið að þessu við ætlum að halda áfram mér langaði bara að láta ykkur spila eitt leik hérna við mig bara algjörlega on the spot ekkert smassi að passi eða neitt svo leiðis Dóttarfútból með orkun náttúrunar þar sem orkan er hrein liggur gatan greið heim og orkan náttúru með allar stöðvarnar út um allt land getum við svona á top of mind hendi lið mótsins bara það fyrsta sem går dettur í ef við förum bara við byrjum bara aftast í markmannum. Hver er besti markmanninn á þessum móti? Er Vosinja, er það saga mótsins? Því ég er ekkert sérstaklega hrifinn af Vosinja sem markmanni. Þetta er hann sögu mótsins. Já, hann er eina sögu. Klárlega. En má ég hendin Bono? Er eitthvað saman að Bono verið í markinu? Já, ég meina sama. Mér veist, Una Simón brúður og ógeðsla svo litur en alltaf, ég lekt búið að reyna á. Nei. Ok. Ég skal gefa þér Una Simón, ég þarf ekki að berjast fyrir mínum manni Bono, en mér finnst bara að hann hafa verið frábær í markinu. Var Courtois ekki að in contention líka? Nei. Ekki? Courtois? Nei, hann er búin að vera hann er bara ás frí að jafna sig á þessari framistíð. Ef við förum í miðverðina 2, hverja vil ég hafa? Má ég hafa Laporte þarna? Já. Hann er bara mjög solid. Ég til ég að fara bara í annar Laporte og Butcherin. Og Willi Saliba. Butcherin er búin að þurfa að gera meira fyrst mér. Hann er líka búin að draga á Þetta er búin að harkja á þeim. Saliba er svolítið í kósigipnum bara. Slipper í Upamecano hann og hann er líka búin að vera ansi segur. Ef við skoðum bakvarðar stöðurnar. Hvað segir ég með Porro og hæra minn? Er hann ekki búin að vera ótrúlega segur? Pedro Porro og hæra minn? Mér er búin að vera mjög hrifin á þessum móti. Já. Mér finnst það mjög gott sjátjóður, ég verði að gefa þér það. Ertu með betra sjátt í hægri bakurinn? Það er ekki sens, það er ekki hægt að vera betra. Nei, mér ástu Ríer svona ástins voru svolítið að svissa. Nei, ég held sér bara Porro. Já, þá er það vinstri bakkin. Sko. Ég er að fá flott komment hérna hjá þessu frábæra fólki á chatinu, endilega haldið áfram að chatta á njóta lífsins. Vinstri bak. Hjörvar fagliða, því faglegur. Kukureya, alltaf góður með Spáni. Kukureya. Já, ég veist að reyna að finna einhverja aðra. Hver er vinstri bak ef við bara höldum okkur við þetta dæmigerða eða svona þetta típiska kerfi okkar í
Lukas Dini er búin að vera flottur Já. meðan við Mm. svona þessi tveir Kukureya Dini, hvað segir þið? Kukureya. Ég ætla þá að segja Kukureya og ég ætla þá að fá að henda út Simón í markinu Já, og ég já, ætla að fá að þetta eru of henda margir. Bono Já. í markið. Já. Ég stiða. Bono. Þetta eru ómargir frá Spáni. Já, ég ætla að fá að setja Bono í markið. Erðu, sko það er bara svo margir sem hafa staðið sér vel fram á við, en það verður að vera samt einhver smá balans í þessu liði. Er ekki sammála því? Jú, Það jú. verður að vera eitthvað aðeins. Jú. Erum við að fara að setja Rodri í liði? Alltaf. Frekar en Rabiot. Ég setja á báða bara. Rodri og já, Rabiot. já, ég myndi Rodri, setja- Rabiot og Bellingham Já, Rodri, Rabiot, Bellingham. Þetta er alveg balans, ef við vildum balans Þetta er geðveikt lið. þá erum við alveg konum með balans Þetta er geðveikt lið. Og Rodri, Rabiot Já. og Jude Bellingham. Sko, Frammi, striker er Erling Haaland. allan daginn. Hægra megin er bara Messi og vinstra meina Mbappe já, Heggi? þetta var, Jú, þetta var Þetta er fælegt. já, Haaland. Mér finnst leiðilegt hvað við fundum eitthvað fáa úr þessum svona varilengin í Marokko eitthvað, varilengin í Noregi. Hakimi var mjög góður sem Já. Já, Boati. Búið skilur Já. alveg svoleiðis en ég minna þetta er liðið Gætu við sett Boati í staðan fyrir Rodri? Nei, Rodri er búin að kerri þetta líða með. Petri er ekki búin að góður sko. Petri er vanlega frekar solid með Spáni og Barcelona. Þetta er búið að vera ekki nógu gott móti á honum sko. Sko, við erum ekki með minnmann Harry Kane þarna. Nei, það er bara erfitt Já. Það geti ekki allir komast í þetta lið. Nei, Komast í ég þetta minna, lið. hann er búin að kerja Noregur sko, Holland sko, svolítið munur. Ef þið vilja hafa Júri Tílimanns þetta. Nei, Þetta með hennar stórleik, hennar leik sem kannski gleymist ekki á móti. ég veit í hvernig Belgíu myndi vilja Sérlega. hafa sko. Þetta var eitthvað svo eitthvað hjá þeim sko. En má þjálfarinn vera frá Paraguay? Já, hann má hann getur vel Paraguay stýrt þessu þjálfarinn lið. með þetta lið Já, Gustavo það Alfaro. væri áhugaverð tilraun sko. hann er með bútsinn hann geti alveg gert mikið fyrir hann Já, herðu Haaland hann mætti ekkert í ger hann mætti, en hann var bara búin að, þú veist, þeir hafa svo mikla senkanir. heldur Já. þú hann geti ekki senkað PJ-inu sínu til að segja taka eitt row Er þið það ríkir við vinninir að þeir eru fannir að kalla private jet PJ? PJ, já PJ, hérna alltaf hann er alltaf getað senkað því herðu, ég var að skoða þetta hann er búin að bæta vissi 27,7 miljónum followers á mótinu Ég á með segi, 44 komið 67,7 Dóttarfútból má ekki tjá sig neitt annað en fótbolta, en ég ætla að hins vegar bara svona smá marketing. Bara, þetta er unbelievable, þetta sé rís. Sko, ég og Clinton vorum saman í Bandaríkjunum, fengum bara að sjá þetta first hand, hvað gæinn er orðin stór. stór, ég Og sá bara- bara áhrifvalda íslenskar svona sætastelpur Já. sem bara postuðu myndir að horfa á leikinn aðalega Haaland já, bara já, þá veit ég að hann er búin að meika Já, svo er annan alltaf, við töluðum mikið Rúrik-stæmið hérna á HM á sín tíma sko. Já. Og Sinja, hann var ekki breykið hann sko. Nei. En mér finnst kannski stóri sigurvegarinn í þessu öllu saman vera minn maður Alfí Haaland. Já, það er bara gaman að hann og að ég vill fara að sjá hann svara Roy Keane sko. Nei, hann leifur Hann leifur hann örgulega að hún brífa finnst að vera kjátt sko. stærri sko. Já. það er málið Roy King greiði eitthvað bít Þetta er ömulegt komment. er hann ekki bara fullur, er hann ekki bara þetta er eitthvað svona alveg lúðalegasta komment sem að ég hef séð þú veist, hann var bara í ekki sem mörg er ár. stafsningavill í þessu sko. skrifa þetta bara hárið rétt Já. en þetta bara til að klára Haaland, þú vorst búin að veist með hérna heimsmeti hans, þú vorst búin að fara í það Varstu ekki búin að fara í þetta? Þetta er heimsmetið hans Erling Haaland. hann á heimsmet Já. hann á heimsmet í langstökki og kistu fyrir 5 ára barn þetta er fakt sko. Ok. þetta er bara fakt, sko hann stökk langt sem barn Já. 5 ára og kistu Mm. 1,63 metra Það var ótrúlega... það er ég mínus 7 centimetrar Ég hef sagt frá þessu áður. Þetta er magn. Þetta er magn. Ég er alveg sammála því. Ég þegar Ísland verður svona sem í gjaldtróta hérna 2008, þá voru mjög margir Íslendingar og sérstaklega iðnamenn sem fóru til hérna Noregs, já. Já. Og það var hérna sonur iðnamann sem ég heitti ekkert hérna á lífinu bara fyrir nokkrum ára síðan, sem var að spila í barnaflokki á móti Erling Haaland. Og það komið eitthvað, það byrjaði að tala eitthvað að Erling Haaland hafi ekki verið eitt sérstakur sem barn eða eitthvað svona sko. Það kjátt að Hann sagði bara, heyrðu, þetta var bara, en hann sagði sko, hann hefði verið betri í handbolta. Já, Fyndnast að lína það sjá þetta það sem er að gerast í Perú Já, 500 börn. Já,
Pössum okkur að tala Getur ekki myndið að taka eitt kæru og stilla upp fyrir hann og hann kemur einhvern siglingunni. Fá Holland af sig. En mér fannst bara svo geðveik lína að segja Holland, geðveikur í fótbolta, en hann var betri í handbolta. Hann átt að fara í handboltan. Hann átt eftir á að hyggja Já, vera með sínar 8 milljónir á mánuði á Barcelona. Þetta já, solid. Þetta ótrúlega skepna maður. Já, þetta ótrúlegur náungi og svona, eins og ég segi, það sem sorglegast við þetta allt saman að maður sem var mest með honum í liði, hann Ívar Eggja skulle ekki hafa náð að lifa þetta af því að Ívar Eggja átti sér alltaf hann draumum að Erling gæti brotið Ameríku. Og þetta hár og þessar pælingar allt svona hluti af stóru Ég var mjög mótfallin þessu hári fyrst en ég farin að kaupa það sko. Tími að fannst hann alltaf bara svona solid gaur með stutt ári í Dortmund sko. Hann á eiginlega ennþá líka moment mótsins. Setnamarkið móti Brasilíu. Já, í kyrstuð og standa síðan bara eins og þetta var. Já, ég ætla að nefna þetta, voru búin að sjá þetta. Það mætti mig uppstoppa á þvottabutin. Tjúbull þetta nett maður. Ég að horfa á skjáin hérna fyrir fólki sem að hlusta sko. Já, þetta algjör fyrir og Kanadin elskuðu hann elskaði Kanan þetta gat ekki verið betra svona match made in heaven stuff Já, þetta var skemmtilegt þetta var mjög skemmtilegt við skulum fara aðeins heim Já það einhverjur hér spyrja hvort að shithole hafi komast í hann bara finnst þungt að tala Suður-Afríska lið bara því að þessi reiðarslag á helgina og þannig að við slum bara fara yfir í íslenska boltan með steypustöðinni já við elskum þessar hellur allt fyrir garðinn þinn færðu hjá steypustöðinni blómapottar, sortunuskíli og allan pakkan það var einn leikur sem fór fram í bestildin í gær það margt að ræða úr þeim leik Breiðablik með 2-1 sigur á Keflavík en við sáum Vestra falla í fyrra og ég veit ekki hvort ég yktur núna en við munum eftir þessu dóngjast á móti KR á Laugardalsvelli það var hérna í Laugardalnum það sem tekið á markaðum sem var kannski löglegasta markið í bestudeildinni það árið og í gær var kannski löglegasta markið í bestudeildinni tekið af Keflavík og það sáu til allir það var ótrúlegt ég bara þegar ég sá rangstöð var ég bara þetta getur ekki verið Ég hef samúð með Arnari dómara ég veit ekki hvort sem mistök en hann að horfa á spynnumann ég veit ekki sko ég held og að reyna að sjá bæði spynnumann en kannski á hann bara að horfa á spynnumann hann verður að vera bara aðeins aftar fá betri vingil en af því ég var nú að það Kili og bara þú ert fjóruðdómari ég ekki það, hann var að hljópa fyrir utan ég skal hjálpa ykkur strókar þetta bara, við erum allir að hjálpa stað Þarna finnst mér bara fjóruðdómarin að vera með meira sér appið á sín sko hann sér það bara nokkuð sem og eftir bara strókar, þetta ekki rángstæð sko, bara gleymi þess bara til að sjá okkur svona mjög obvious ég ætla ekki að tala um eitthvað var sko bara þó að Arnar sé samt að horfa á spynnum þá er samt þegar hann er búin að snúa sér þá er hann ekki ennþá komið fyrir innan þetta var galið þetta var ótrútt ég er alltaf að setja mig í spór dómarans Já, auðvitað. Alltaf. Hvað sér hann? Hann er þetta bara heldur að hingurinn skori. Sko. Hann er fyrir aftan alla varnalínu og Breiðablik. Sko. En þú veist, þeir eru fjórir. Hvernig geta þeir fjórir allir? Af því að meiri sér línurinn sem þarna í gömlu stúkum. Já. Og líka þetta getur bara verið auðveld spurning af fjórdómar. Bara ertu að giska því að þú veist, það sem er að gerast, hann heldur klálega að hann er bara að giska. Einn annan skori, sko, en ekki þessi. Hann er bara gamla. Nei, hann heldur bara hinn skori. Já, ég er að segja það, hann heldur það. Já. Þessin er hann bara giska sko. Þarna og þar bara ég ætla að hlaupa hans yfir til línur hans ræða þetta við hann og sjá hvað við getum gert í þessu því að sko Keflavík með leikinn 2-0 miklu betri að hefði Keflavík komist 2-0 að Blikar hefði mestalagi komist í 2-2 tilbaka ekki meira það sko. Aldrei unnið bara ekki möguleiki Nei, já ég get hins að viðkjent það ég og Naflin lókuðum þarna seðl upp á 30 sturning með sigri Breiðabliks í þessum leik Blikarnir mjög máttlausir í fyrra á leik Já, ég bara ekki Keflavík bara miklu betri Herðu, segðu mér hans aftur frá markinu hérna hjá Blikunum fyrra markinu það er leikmaður Keflavíkur sem fyrir út af af því að við sjáum aldrei neitt fara út af á HM í mínútu af hverju fór hún út af?
Ég verða við ekki, ég ætla ekki að það getur sniður, ég var eiginlega búin að gleyma því, sko. Já, en þeir voru einum færri þar, var Já, það kom. þeir voru einu færi, sko. Og það sást alveg svolítið að Jóndan Guðni, hann hefur svolítið mikinn tíma að sjá því. Já, ég meina, þeir sjáu þetta ekki Já, með nei. að stá okkur í hlaðvarpinu. Nei, ég veit það. Já, það er mjög áhugavert að leikmaður fer út af. En Breiðablik bara ég segna jákvæða sem að hér getur verið tekið út síðan semleiki, bara mjög lélegir í báðum sem leikið mútið IA og Keflavík eftir Víkingssigurinn sem var mjög sterkur. En þú veist, þessi stráka margir að fá sens sem ég held að minn nýtast um á næstu árum. Þessi Jóndan Guðni, ekkert með spil í sumar, bara mikið meiddur. Davíð Fjellsted að koma öflugur inn, Þór Andrésson Vilhelmsson að fá sína fyrstu mínútur. Þetta sem að Blika getur bara tekið út úr sem framistæðan verður að skána, sko. Já, ég er alveg sammála þar, en þetta eru allt þessi Blikalið Já, Þú veist, það er spurning hver eru kröfunar. Algjörlega, og svo bara ofan að það vantar Valgeir, það vantar Óla Val, það vantar Anton Lóa, það vantar svo mikið. Hlynur Freyr Karlsson að koma inn, það vantar Kristófer Inga, það vantar Höskuld. Þetta eru 6 gæjar sem ég held að væri allir, Aron Bjarnason, 7 gæjar sem ég held að væri 100% í liðinu. Já, Dagur setur upp sigurmarkið á Kitta Jóns, það var svona tjippa fyrir markið og Þór Vilhelmsson þarna í barátunni. Og boltinn svífur þarna yfir og á Kristín á fyrsta. Hefði ég valið einn gæja í deildinni í þetta, þá þetta verið hann. Já, maður hefur síðan nokkur fyrir markið Kittanum. En það er auðvitað síðan annað atvik, það er svo stórt. Þá velti maður öðru fyrir sér. Ég myndi ykkur ef það væri var. Þá hefði Arnar bara getað leyft þessu marki að fara inn og bara sagt þeirra hvað segir þið. Er eitthvað að skoða þarna? Því að ég er ekkert viss um þessi brot. Nei, þetta er ekki neitt. Það er eins og bestu deildardómararnir hafa ekki verið að fylgjast með því hvernig leikurinn hefur verið að þróast undanförnu að það hefur verið hægt að dæma svona titlingaskít. Já, þetta var bara eiginlega vandrarlegt. Ángríns, þú veist, hann eiginlega, Kittil rennur og hann fyrir hann fljótur að standa upp. Hann veit að hann er eiginlega búin að missa þessu, hann er eitthvað off, hann er úr jafnvægi klálega og lætur sér bara detta sem er náttúrulega bara klókindi en fáralegt. Hann er svo fljótur að dæma, þannig að við eiginlega vitum ekki hvort að Antoni Markinu hafi verið... Nei, það er eiginlega málið. Hann dæmi strax, við getum eiginlega ekki sagt, já, þetta er mark, nei, þú veist, þeir skora. Ég held að Antoni er reynd, sko, hann reynir eins ekki, sko, og þetta er ekki fast skot, sko. Já, nei, en hann er samt á leiðinni að vinna í vinstri áttinu og skoti kemur já, vissulega, en mér finnst hann samt bara ekki gera neitt, sko, því þetta er alveg hrikalega laus skot, sko. En horfandi á Blikalið, þú ert nú Bliki, og ég er kannski aðeins ekki hlutlaus í þessari skoðun, en horfandi á þetta Blikalið og leyfa síðan Árna Vilhjálmsson að fara í Stjörnuna, finnst mér gjörsamlega galið. Já, ég er bara þeim staðs Bliki, auðvitað myndi ég vilja Árna í Breiðabliki, ég elska hann á lífinu. Ég held bara Blikar þurfi, ef þeir ætla einhvern veginn að ógna Víking á næstu árum, því ég held að Víkingur sé að fara í long domination, þá þurfa þær frekar að fá gæja inn eins og Hlynur Freyr Karlsson, byggja þá upp í 2-3 ár í Jóndan Guðni, þú veist, Dagur Fjellsted, þú veist, allir þess að gæja til að ná þeim, því að þeir eru, Árni mun ekki ná titlinu fyrir okkur. Það er gott að hafa eitthvað fram með sem getur skorað allt yfir 10 mörg. Já, auðvitað, þú veist, en ég er að segja, Árni mun ekki verða Íslamistari fyrir Breiðablik, því hann er bara 33 og verður eldri á næsta ári, skilur 33 á næsta ári að segja. Svo, þú veist, ég held að Blikar þurfa að fara aðra leið. Já, en þú veist, svo talaðum að byggja, ef þú ætlar að byggja bara upp á ungum, en alltaf bestu ungur er alltaf bara keftir, sko. Þú nærðir ekki bara að byggja á svo bestu gauður. En það eru samt alveg nokkri gæðar sem ég held að getur bara, þú veist, þessu Davíð Fjellsted, ég held að getur frábæri íslensku leikmaður, bara íslensku deildarleikmaður í 10 ár. Ég held að sé gott, sko, þú vilt ekki búið til ógóða leikmenn, þú vilt búið til svona brakkandi Þú vilt búið til Finn Orra, Andra Jómann, Hauk Pál Sigurðsson, Davíð Þór Viðarsson. Árna Vilhjálmsson. Þú vilt búa leikmann. Áttir þetta getur verið farin til bara, þú veist, Kazakstan eftir viku, og þeir að byggja hús, taka hús í gegn. Vissulega, en það er bara sem ég er að segja, þess vegna ég er varilega saman með Gísla bara, ég elska á þetta lífinu og þeir eru bara Blikar og allt það, en ég held að Blikar þurfa að fara aðeins aðra leið til að bara fara aftur á toppinn. Blikarnir þetta með Damir, Gísla og sína miðinu og átnaðu fram í Já, ég meina Damir og Eiður Aron, ég er á því að þetta sé enda bestu íslensku hafsendur í deildinni, fyrir þetta kannski Davíð Helgi Aronsson sem er sturlaður hafsend og hann verður aldrei eða á næsta ári. En sárt tap fyrir Keflinga. Ég er stundum svolítið ánægður að hafa ekki farið þess að þjálfara leið í lífinu. Ég hefði Halli Guðmunds í gær, ég hefði orðið svo, maður hefði orðið sjálf sér til skammar. Já, hann tók geggja múa, hann í staðin fyrir að hraun eitthvað í dómarinn, þá tók hann bara stærdáni á hann, horfði á það í svona 10 sekúndar eftir leik. Það er frábært að hafa ekki valið þessa leið í lífinu. Það geti engan vegi stýrt því sem að þannig að þetta var mikilvæg sigur fyrir Breiðablik og ég vona bara Keflvíkingar bara passi sig á að þetta ekki eitthvað volæði eftir þetta. Þeir eru náttúrulega bara í fallpakkanum
F-fáingar eru hættir að tapa leikjum þannig að það er stutt þarna upp í þetta allt saman. Já, þetta er bara eitt tap kannski. Þá er þetta komið, eitt tap og sigur á K og FH og er þetta komið allt upp í háa loft, sko. En Keflavík finnst mér með frábært lið. Þeir eru bara búin að gera þetta vel, maður ekki gleyma að þeir sko rétt tróðast inn í úrslitakeppni fyrra, sko. Þannig að það er svona bara með réttum styrkingum og þá er á stutt á milli í þessu. Sko, ég væri nefnilega til í lósi að væri bara til eitthvað svona algjört dæet var sem bara tækja einhvern svona ridiculous dóti. Svona bara bullið eins og þess sem við sjáum í gær. Bara einhvern veginn er ekkert eitthvað að skoða eitthvað 10 sinnum. Bara einu sinni bara, sorry, herru, þetta er bara þetta mark, sorry, og bara áfram með leikin. Já, en þú veist, það á ekki vera neitt mál. Spurningum vantilega bara mannskap og pening. Annað, þarna í þessu besti maður leiksins að mínum að þetta Alfa Conti. Sammála. Var engin leið fyrir Stjörnuna að sjá hvað þessi gæja var góður, eða? Þú veist, þeir eyðu einhverjum þvílíkum peningum við Birni. Var ekki peningum mögulega bara betur spennt í Hafsend? Halda þessum gæja? Þú veist, þeir eru með Bendit Warren líka. Ég veit að Birnir er frábær leikmaður sem öll lið myndi vilja. En þú veist, þessi gæja fára góður. Ég bara getur satt frá því. Ég er svona aðeins innvolur að þekki menn í Njarðvík. Og hvað var búðan fyrir tímabil, sko. Já. Svo væri ég til að vera með Alfa Conti þetta í Njarðvík. Já, takk. Það væri með svona 15 mörk í fyrsteld, sko. Þessi gæji, sko. En ég meina, er ekki Stjarnan bara að gefa honum mikilvægar mínútur og fá honum næsta ári? Jú, Jón Þórunni talaði um hann sé að pælja hann tilbaka, en ég myndi bara ef ég verið Keflavík, ég myndi ekki alla sem ég hafa peninga að reyna að kaupa hann að geða, sko. Hann er á frábærum aldrei þessi gaur, sko. Hvað, 2000 módel? Já. 25 eða eitthvað? Já. 2000. Herri, ég sá að Stjáni var að segja frá því að Bjarki Hrafn Garðarsson er farin til Dortmund. Sko, Bjarki, þetta er strákur að skarða hann ákvæði fyrir árið síðan. Það er ár síðan hann ákvæði þetta, hann náttúrulega mátti ekki skrifa undir eða hvernig sem það er. Hann fór í alla flottastu klúbbana og bara hvernig Garðar lýsti fyrir mér hvernig þetta er hjá Dortmund. Þá er þetta bara svona einhverju annarri plánetu. Já, þetta er bara ungt fólk. Eða fyrir unga leikmenn. Þetta er bara rosalegt og komast þarna að er náttúrulega líka að gert í því að koma ungum sóknamönnum vel fyrir. Ég man nú eftir hann bara að leika sem pjakkur hann þegar Gatti var að spila með mig, sko. Hann er líka með hann er með hausnars pappasins, boltan. Gatti var held líka. Jú, það er mjög gott. Ég held líka, sko, þóttu komist ekki í gegn hann, þá eru bara dæmið með það. Alessandr Ísak komst ekki í gegn hjá þeim, sko. Svo fóru bara 20, við erum með Fabio Silva sem er þarna núna, skilur. Já, þetta er færið alltaf eitthvað annað. Hann er löngu búin að ákveða þetta. Ég held þetta bara verið ekkert í mæ fyrra þar sem að hann var bara, þú veist, það voru FCK voru bjóðum út, það voru allir þessi hæstu klúbar segja bara stutt svona að munurinn aðeins á tísku agutíminum. Þeir búa allir saman á heimaðist, svona skóla heimaðist liðinu. Skilur, þannig að þú veist, hann kem strax bara með herbergkvilla, býr með þeim allan daginn. Þetta er ekki, þú veist, eins og menn voru settið til einhverja fóstufjölskyldu, hittið á í 3 tíma og dag og eitthvað. Þetta er alltaf þessi konsept. Er ekki líka 0 að gera er Dortmund ekki mjög leiðileg borga? Já, það er stutt frá Köln og Düsseldorf og já. Það gerir ýmislegt. Það er ábyggilega stuð þarna eins og víða í þessu blessaða lífi. Ef að fara að sé verið í enska boltan. Ég var að reyna að fá okkur upplýsingar um liðið hjá Víkingi í Hjör. Já, við ætlum aðeins að fara í eftir smá stund. Kíkjum aðeins í enska boltan því að það er nóg að vera þar. Dýfum okkur í þetta með Voga í dífunni. Já, Cheddar og Jalapeni og það er Dóttur fútból dívan góða. Og hún bræðast mjög vel. Það er alveg í góðu lagi að mæla með henni með snakkinu þínu. Já, Júri Tilmans er gengið til liðs við Manchester United. Þetta er reynslu mikill miðjumaður og þetta skoraði þetta fræga mark fyrir Leicester þegar þeir eruðu byggameistarar og var prímusmótorinn í Evrópumeistaraliði Aston Villa. Hvað er svona, þú veist, hver heldur þessi pæling? Hann spilar hann byrjar 21 leiki veitur fyrir Aston Villa. Í Prem. Þú veist, þetta var ekki aðal maðurinn í að spila eitthvað 25 leiki og byrjaði 21. Þú veist, er þetta bara squad-player hjá okkur? Já, ég er pælingis, þú ert með Andri Santos sem er unguleikmaður, þú ert með Maino sem er unguleikmaður, þú ert að reyna að fá inn einhverja reynslu þarna inn í þú veist leiki þegar það er að kvíla kannski Maino í deild eða mestradeild, skilur. Og svo er þeir alltaf að fara að bæta manni. Þetta er bara, held ég, squad-player, sko. En þú veist, reynslu mikill og hann getur alveg, þú veist, hann getur spilað í stórleikunum easy, sko. Þetta er góður leikmaður. Já. Don't get me wrong, sko. Ég bara, mér finnst þetta svona, mér finnst þetta furðuleg kaup, þú veist, 29 ára gaur, hefði ekki alls getað bara verið með Casemiro eitt ári viðbót. Nei, sko, Tilmans, maður sá að á HM bara
þú veist, hann var einn af þessum leikmannir sem að heillaði mann á HM og þetta þessi framistæða móti Senegal en já, endaði tímabilið með miklum látum, spilaði 25 leiki í ensku úrvalsdeildinni í ár og 9 leiki í Europa. En þú vilt væntanlega skilur ekki Tílemanns og búið og vilt væntanlega eitthvað meira. Já, Just á miðjuna, sko. Baráttan núna, Liverpool United, Kone. Já. Það vilja stöða svoleiðis. Það er náttúrulega maður sem okkur vantar sárlega. 100%. Liverpool vantar svolítið power þarna. Já. Já, það er líka gott fyrir McAllister að hann er að fara að spila alla leikina á HM. Það er að segja, sko, þú veist, það er náttúrulega leikur 3. seti eftir, þannig að hann verður algjörlega búinn á því þegar hann mætir tilbaka. Þetta er líka En það er bara að snúða sig, verðist eitthvað bara að léttast við það, sko. En kannski aðeins, af því að þið fylgdust við þetta í báðum með blaðamannafundurinn hjá Íra Óla í gær og þið voru báðir að live-tweeta Já, við live á Facebook. Hvað sagði Íra Óla sem að svona hann alltaf það sem að hringdi bara skemmtileg bjöldum með, hann alltaf bara að spila fótbolta sem við viljum sjá. Hann að spila sinn fótbolta? Já, hann alltaf að spila sinn fótbolta. Hann sagði að það er einhver ástæða fyrir að þeir náðu mig. Já, þetta er einhver liti klófótbolta, maður fór til Liverpool, talaði við fólk á barnum, tækspil, þú veist, almáli var, það þoldi ekki nefn fótbolta. Slott. Já, það var slott. Deyju leiðendur. Bara, þú veist, ég held að hann hefði svolítið bara fengið svona benefit og dát fyrir tímbil því hann var mistari. Seinna tímabilið, þú veist, hafði engin húmor fyrir þessu lengur því að það var allir bara komnir inn og slott fílingar sem er bara kyrt og kyrt. Hann segist líka bara alltaf að fara og njóta borgarana við alltaf maður fólksins og allt þetta dót, sko, en við erum aðal alltaf bara spenntu fyrir fótboll sem hann er að fara að spila. Og hann segir líka, það sem hann alltaf var að gera okkur geðveika með slott, var að kvart yfir lóblokk liðum. Hann sagði bara, ég með fíla það, ég er bara að vera sem mestin og þeirra var allar helming saman, sem er boltan eða ekki. Og það, það er spurningina frá Sóla Hólm formann samfélagsins, hann spyr Michael Edwards, ykkar 5 cent bara í burtu. Já, mér er bara alveg saman, á mínum að þið kloppa einhvern veginn, þetta gekk ekki upp í heim og hann fílaði ekki, þessi gæfur aldrei hitla mig. Hann fekk ómikla ábyrgð, sko, þú veist, þú getur verið góður í ákveðnu stöðu, svo komin ofhátt, þá bara veldur þið ekki. Richard Hughes er ennþá að það ekki. Mér finnst töluvert bara svona horfandi á og meiri töffari, sko. Já, en það er samt bara mikið í gangi á baku tjöld. Það er mikið, þannig að ég kemur ekki óvart ef hann færi líka. Já, það gæti alveg verið. Hann tekur alíl eða hvað sem er búið orðan við, sko. Það bara þarf eitthvað fest þarna. Það eru þetta alls konar fréttir og náttúrulega eins og við hefum svo sem sagt frá að hann Bruno Guimaraes náttúrulega mögulega á leiðin til Arsenal voru að kaupa hann Solis sem var með Sverri í Hák. Já, hann var líka með Ísak í Dusseldorf. Já. Hann hefur svolítið verið með íslensku leikmönnum. Mér finnst líka áhugastæðilega sem var bara gerast núna í morgun með Vuskovic. Já, fætti Brighton frá Tottenham. Og þessi gaur, hann sko tók yfir Bundesliga. Já, Viktor var þetta bara að segja þetta fyrir ykkur nokkru vikum. Hann er náttúrulega mikið inn í Tottenham-málunum og er einmitt svolítið að fara live á Facebook eins og við. Og þarna, þeir eru aldrei bara búið til pening. Ég held að það sé bara málið. Þeir eru með nógu hafsendum. Þeir þurftu bara einhvern veginn að fá pening því að þeir eru búin að eyða svo miklu. Þetta er bara 19-20 hafsend. Þetta er mjög skrítið. Sko, Bayern bara voru búin að liggja utan hjá honum. Og fleira, bara, þú veist, og hann sko var frábær í vetur. Sko, það er alls konar tvist núna í gangi. Ég meina, Rooney Bargati, sænski strákurinn í Barcelona. Það er fullt að liðum í Englandi á eftir honum, meðal annars Aston Villa, Leeds og Sunderland og Fulham. Ég meina, Ferran Torres, það er að segja, ef hann framleikir einhvern samning við Barcelona, þá þurfa börsungar að borga 77 milljónir punda. Og þeir eru alveg til að fóruðast þetta. Þeir eru ekkert mikið fyrir að setja penning út. Sko. Nei. Þeir vilja fá penning inn og kaupa eitthvað skemmtilegt en eitthvað svona dót, sko, þetta er svona eins og að borga skuldir, sko. Það er ekkert gaman. Nei. Og þeir eru líka alveg, held ég, þú veist, target þeirra er Julian Alvarez, það fer ekkert á milli mála. Þeir eru alveg til að búa til pening til að geta fengið hann inn, sko. Ég nokkuð vissi að því að hann mun kosta 100 milljónir evra, sko. Alvarez? Já. Meira maður. Já, það er nógu í svona, já, eins og sé, Manu Kone, það er verið að tala um líka Atletico Madrid, þeir eru svo sem búnir að bjóða í Manu Kone til Róma. Ég, sko, hann fer frá Toulouse til Gladbach, 21. Og sá sem er, yfir skátin þar, þetta Frank Lelle, sem var einn af þeim gurum sem tók mitt á sínum tíma til Kæsláttin. Hann er komið þetta nokkuð sinnum til landsins. Hann kann að skáta. Hann sagði mig að ég er búin að vita þessum gaur, hann
frá því bara 20 eða eitthvað þetta væri, þetta bara er the next big thing Ok. og hérna búin að tala úrslega vel svo fer hann þetta til Róma fyrir 2 árum eða eitthvað en hann er ekki búin að ná þessum hæðum sem að menn voru að búast við sko þegar hann var kringu tvítur ég meina, við mannstöru vorum orðaði við alla miðminni heimi, við vorum alltaf orðaði við hann en hann var í Gladbach Já. það er svolítið síðan sko þegar við tókum hann miðjum hann sumarið stórkostlega Gravenberg, McAllister, Szoboszlai þá vorum við orðaði við henni ekki ég man Alfred sagði við mig að hann væri frábær Er það besta miðjumanna sumar eins liðs? Örugglega Já, það er ekki alltaf vill þess að eins hér. Þetta er alltaf betri Náttúr Santos og Júri Tílimanns. Santos, the line breaker. Fabregas er í honum. Já, Fabregas reyndi allt sem hann gatt en því miður þá hefnast þið ekki alveg. En eins og ég segi, það er bara svo lítið valjú í Chelsea-skóknum og þeir verða að hreyfa leikmenn og því miður, þá verða stundu bestu leikmennir að fara. Bestu leikmenni segir það er bara staðan hjá Chelsea í dag ég held að Valentí Barco í Chelsea muni verið geggjaður þetta virkaði ekki á Brighton hann var vinstri bakurur það búið að breyta um í miðjum mann sáum hann í leikjunum fyrir mót hárlitur líka já, maður sjá slum færa okkur aðeins úr þessu og fara með vinni mínum í Volt yfir í meistaradeildinni í fótbolta það er leikur í dag Hjör á móti Víkingum. Ég var nú að reyna að fá upplýsingar liðið en þeir sögðu Víkingarnir að Hjörmenn þeir eru að býja til þessum þætti hlusta eftir ykkur, þannig að það mátti ekkert kefa upp en ég býst nú við sama liðið bara og var fyrir viku síðan nema Nico Hansen kemur inn og Gunnar Vatnamar er bara mæntalega ekki klár á tóknun þannig að ég held að Víkingarnir klára þetta Já, ég held að Víkingarnir verið þéttir og þetta fari 1-0 fyrir Víking 0-1 Já, 0-1 þar að segja Mér fannst bara lítil gæði og lítið að frétta þessu hjörliði sko. Það var ekki margir sem eitthvað fengu boltan og Þetta eru ungversku meistararnir Ég veit það, en samt smáður Þú veist, ég er voru með Bumba Mér fannst ekki mikil ógn í framverðanum Mér fannst hann bara rár Hann er náttúrulega ekki framverði heldur, sko. Hann er kantmaður En þeir sko Ertu að minna Bumba? Nei, ég er þetta nýja Er hann kantari? Hann er kantari, sko En þeir náttúrulega, vika getur alveg langur tími í fótbolta Og líka á grasinu sínu Já, heimaðlega getur breyst mikið Hversu heitt er? 28-30 gráður Það er svo sem leikurinn klukkan 7 í Ungverjalandi Þannig að það er svona aðeins búið að En það, ég held ég að sagt það líka um síðustu ykkur, en þetta er eiginlega fyrsta skipti nema náttúrulega móti ykkur þú veist, í fyrstu umferð í sambandsdeildi eða eitthvað hérna hjá Breiðablik sínum tíma eða eitthvað sem maður sá sko líkamlegt dominans hjá íslensku liði á móti erlenduliði. Þeir voru bara massaðir og stærri og sterkar vingarnir á móti ungversku meisturunum. Mér fannst það mjög áhugavert. Er þetta loftkeldur leikungur? Nei, hann er alveg opinn. Ég bjóst ekki við að væri loftkeldur leikungur hérna hjá Hjör en það hefði verið áhugavert. En ég sé Víkingarna bara bakka svolítið og þeir verði ekki neinu vesinni. Nei. Ekki nema Bumba er minn. Herðu, ég veit ekki á hverju ég fór að hugsa þetta. Ég var ekki að lesa mig til Smáralindina og hún tekur af því að hafi séð þegar að stuðningsmenn er að labbinni á þessu ameríska velli og þau fara inn í rúllistigum og það er svona tekur á mótið með svo moll og svo labbar inn í eitthvað geggja dæmi og allt inn kom bara völlur. Hefur séð þetta, eins og SoFi völlurinn og hérna Texas völlurinn það voru líka að fara yfir úrslitaleikin sko, hvernig sá völlur er, það er bara eins og shopping mall. Já, þetta er svolítið ótrúlegt og ég var að velta þessu fyrir mér þegar ég var lítill, þá voru bara búðir í Vestlunarmiðstöðum. Núna er þetta líkamsrækt, þetta er bíó, þetta er bara whatever, matallir og whatever. Hefði þjóðarhöllin bara geta verið inn í Smáralindinni? Gætu við bara verið, þú veist, ég hef hort á hérna Eyjó Arína og Coop Arína í Manchester sem bara breytti körfuboltahallir á svona 100%. Það gæti bara bílæðst eftir utan að nóg að plássið þarna að bakvið skilur að verða að tengja einhvern völl þarna við sko. Hann vil bara fá þetta í Coop sko. Nei, ég fór bara, ég bara eftir að ég horfði á hérna þá breyta einni höll sem ég held að gæti aldrei orðið fyrir ísokkileik bara einhvern veginn allt í einu var þetta orðið bara ísokkivöllur eða þú veist þannig að ég fór að hérna að pæla í einhverju svona bulli eftir að hafa vera í þessum rúllustigum þessi rosalega entrans inn að völlunum þetta er ekkit
Þetta ekki eins og hérna bara svona turnstyle eins og í enska boltanum og svona lítil sjoppa og svo beint út á völl. Ég myndi ykkur Hún fílar þetta betur. Stemmingur sem myndi bil. myndast í mathöllinni þannig fyrir leik. Það er rosalegt. Það var í geðveitt, setjast niður Og völlurinn væri svo bara þessi debin hans var í gamla dag, þessi H&M er núna. Já, labba bort í enda. Labba bara út í enda og það er leikurinn. Það er geðveikt, en við erum Veistu hvað körfuboltavöllur er til dæmis lítill? Hann er bara svo, enda vítatögur. Hann er miklu minni vítatögur. Miklu minni. Víst, hann er miklu minni. Hversu miklu minni er Hann er miklu minni. Ertu góð í stærðfræði? Já. Hann er miklu minni. Ég það bara... Körfuboltavöllur er miklu minni en vítatögur. Ég held að sé svona 2-3 vítateg. Er það miklu minni? Já. Ok. Ég er svona bara... Ef þú þriðjungi stærri, það er heldur stórt. Já, fyrir þetta komar lítið. En NBA basketball, einmitt. Þannig að sjáu þetta, ef þið getið sett þetta fyrir þá sem er að horfa okkur á YouTube. Þetta er ekkert eðlilega lítið. Já, þetta er, körfuboltavöllur er pínu lítill. Eins og ég segi körfuboltavöllur í Smáralindina. Já, þú þarft bara, þú veist, bara eitthvað millir en reyndar er það þannig að það verður engin áhuga á körfubolta í Smáralindina, í Kópavogi, en það mun breytast. Það mun breytast. Það er ótrúlega að Breiðablik eða bara Kópavogur eigi bæði alvöru körfubolta og fótboltalið. Mér finnst það magnað með þetta risa Breiðaflið. Það er bara því fótbolti í kingana. Fótbolti í king. Þetta voru pælingar sem að verða aldrei að veruleika. En samt alltaf gaman að pælingur. Já, þú veist, þú getur komið alveg ímsu í gegn. Opnaði ég samt auðvitað fyrir hvað körfuboltavöllur er lítill. Já, bara klálega. Hvað er hægt að koma fyrir hvað sem er? Já, þetta er bara hálft verslunur í mig hana. Já, og hversu miklu loft það þarft í körfubolta? Þú veist, en er ekkert mikið eitthvað að setja hann upp? 4 metrar. Já. Nei, miklu 4 metra. 4 það þarf ekki að fara þessu upp. 4 metrar, 6 metrar mitt ég, ekki 4. Greiði Curry getur ekki tekið skotið sinni. Veist hvað ég fór að hugsa um hann, ég held að Patilvöllur, hvað er það, 4 eða 6? Já, 6, 7, 8. Já, ég fór einhvern veginn að mixa saman. Já, þú spilar vörnina í lofthæðinni þar. Já. Þannig að, þetta voru algjörlega kolruglaðar pælingar. Hvað er það? Það er 8 metrar, eða svona 7,3 til 8,5 metrar sem þú þarft í... Það er nú auðvelt við reddum þín og auðvelt í Vesturlandsmiðstöð. Já, við áttum nú að vita þetta. Maður er búin að horfa á Brynjar fara yfir þessa rými sem hann á að geta verið með aðþunni í. Alltaf hæðin sem skilaði sér ekki. Ég bara, eins og ég segi, ég er mjög inspired eftir að hafa fylgst með einhverjum höllum breytt búist eins og Madison Square Garden, það getur verið hvað sem er. Allir þessi hallir geta verið hvað sem er. Það er að fara með í Ræningjar Löwenhöllina í Mannheim. Það er handbolti, fyrir neðan er íshockey. Þannig þeir taka gólfið fyrir bara... Getum við ekki að fara í Egilshöllina? Jú. Þetta er bara Egilshöllin. Þetta er bara Egilshöllin. Auðvitað. Fyrir að byrja með Keiluhöllinu og svo... Svo beint ágað. Meit Karlsberg með okkur í liði. Dóttur Fútból þakka fyrir sig. Við minnaðu þetta á veðmáladeildina í kvöld. Það er meðal annars... Þetta eru mikilvægustu áhrifavaldarnir í veðmálabransanum. Það eru þetta leikmennir í veðmáladeildinni. Já, ég ætla að hrósa til líka þínum mönnum í Háká. Færa leikinn til 5. Já, Hákáingar eru... Þetta er sjá heildarmyndina. Það er þetta know-how og að put up a show. Það er alltaf menn að hafa kunnað það. Leikur klokkan 5. Seltirningar fattir þetta ekki. Og svo er HM klukkan 7. Tjatti er heitt. Tjatti er að hitna. Já, voru betri til undanaldis. Kastur var Garsvöldin eða Köttunum Keli. Það er alveg, þetta eru 2 turnar sem við erum að berjast við hann að sko. Hverju leikir þeir segir? Það er HK IR sem er náttúrulega rosalegu leikur og svo ertu með, hvað varstu aftur með líka? Gróta Grindavík. Ég meina, við erum líka bara komnir í þann part mótsins að bara hver stegi fara að skipta virkilega miklu máli. Já, þú þarft að komast það í top 5. Er það sant? Já, ég meina, ef Njarðvík vinna næsta þá eru konur upp fyrir vestra. Svo fljóta breyt. Fylkismenn náttúrulega halda áfram að raða mótinu upp. Það er smá gap að það. Já. Strákar, fylkismenn halda áfram að raða mótinu upp. Fengu vestra milli Evrópuleikir. Það er svona að koma Holy G, hann getur ítt á Kási. Það er eitthvað ótrúlega vestri, jú, þeir eru að spila mútið Karabak og ekki mikið sens, samt lifið að kvíla sér milli leikja á mínum að. Ég var að segja þetta síðustu. Það er ótrúlegt, þetta er fyrstelt, þeir eru ekki neittni annar byggarkeppni eða neitt, sko. Þetta er líka Ísafjörður, Azerbaijan, Ísafjörður, Reykjavík. Þannig að þetta er áhugavert. Við ætlum að kveðja í dag. Það eru frábærir. Ragnar Bragi og Keli. Já, þetta var eiginlega svolítið í boði Jóla Hólm. Hann lagði inn á mig til þess að fá ykkur 2 til að velta steinum. Já, bara heiður að fá loksins að vera með Kelan. Ég er búin að bíða hérna í
10 mánuði eða eitthvað að fá að vera með þér. Já, Heiðurinn Það minn. er aldrei gerst, auðvitað. Það er Heiðurinn minn. ótrúlegt. hvenær heimsmeistaramót hjá íslenska hestinum næst? Það er bara eftir ár. Já. Í ágústu næsta ári. Í Þýskalandi. Það er í Mannheim í Þýskalandi. Mér langar rosalega að koma aftur til Þýskalands í Fjallahóf. Já. Því að það er hliðin á Ölsen. Já. Og ég þarf að kíkja aftur ángað. Fekk ekki alveg þær móttökur sem ég held síðast þegar ég mætti ángað. En í Fjallahóf, ég held ég myndi mæta þannig eins og Elvis að segja að ég var íslíkur. Já. Það var ekki alveg þannig. Nei, þeim gat ekki verið meira sama. En reyndar fekk ég síðan fallegar kveðjur á Instagram frá Fjallahófi. Það var sem eiginlega báðust afsökunar á því bara þeir höfðu ekki alveg tíma þarna fyrir okkur á þessum tíma. Þetta er náttúrulega vinnandi menn. Ég var líka með Daniel Ólafsson og allan úttattúera og þau voru smeyk við hann, sá Ég ég. trúi því. Það er ekki hinn típiski íslenski reyðmaður. Nei, þau voru einhvern veginn hálf smeyk með hann og veldu koma honum sem fyrst í Með eitthvað vel rugglu stórkleiru eins og oft áður. Þannig að það var bara svoleiðis en já, og Mannheim, hvað er Mannheim? Það er bara ekkert langt frá, þú veist, Frankfurt og þarna, klukkutíma að keyra yfir. Já, Það er rosa flott borg, sko. já, ég hef ekki komið þangað. Oft bara er farið til Mannheim Berlín. líkt við Íslandi, jafn mikil íbúafjöldi, sko. Bara að fara til Berlín í Mannheim. Þýskalandi. Herðu, Það er skandall. HM í hestum í Mannheimum, Já. það er Og maður veit í kring. snilt. Já. Já, nóg að vera fleiri transfer, alltaf var að gerast minna það að Dóttor fútból verður í Egilshöllinni á 50-daginn með Hjöfquiz. Svo er það stóra partíð á Bullseye á sunnudaginn. Ég ætla að vera að þeyta skífum frá 4 til 7 og svo eftir leik til klukkan svona 3-4 nóttina. Já. Þá fer ég meira í mitt svona dark material sko. Og fer svona í lög sem að heyrast sjaldan. Já, Þetta er svona DJ með sinn eigin smekk, ekki það pæli í. Heitir þessu bara. Já, það er ennþá besta DJ move sem að ég hef séð allra tíma og ég rifja þetta reglulega upp. Það er á Hverfisbarnum. Það er eitthvað sexy R&B tónlist í gangi, tróðfullt gólf af gellum að hlusta á eitthvað Let me lick you up and down. Einhvern veginn alveg geggjað. Mætir minn maður Richard í búrið, hendir Ghostbusters á og þegar þetta, ég hef aldrei séð eitt gólf en þá mætti ég á gólfið. Þetta var besta move, aldrei hefur eitt move en í dag, hvert sem hann fer hann fær alltaf þvílík fagnaðarlæti þegar hann hendur þessu lagi á Já. en það var eins og ég segja, fara úr þessu Brought it back, maður. þessu öfluga R&B í Ghostbusters lagi I'm afraid of no ghost Herri Dóttor fútból, takk fyrir sig á þriðjudegi, takk fyrir að hlusta elsku